Hæ, herru, ég ætla að fara aðeins yfir fyrsta kafla. Ég kenni þetta yfirleitt í 2-3 vikur, þannig að þið eru að fara að fá þetta á bara korter þannig að þetta kemur ekki í staðinn fyrir bókina eða neitt svoleiðis, en þetta er bara svona smá viðbót. Fjallum félagsfræðina sem vísindagrein, sem sagt rannsóknar aðferðir vísindina og svo kenningar í félagsfræði. Ég er mjög félagsfræði orienteraður, eða ég er náttúrulega félagsfræðingur með BA og MA í félagsfræði og kennsluréttindi og svona. Ég hugsa að kennarinn sem að hann Tumi sem að skrifa bókina sé félagsfræðingur líka og svona. En þetta er félagsvísindi. Það er margs konar leiðir til þess að rannsaka mannleg samfélög, en það er allt mannlegt eru mannleg samfélög. Það er ekki til manneskja án samfélags. Það er bara funkar ekki. Við erum mjög félagsdýr mannskjarnar. En í allra, það er til mannfræði, til stjórnmálafræði, til þjóðfræði, til sálfræði. Mér minna að landafræði tilheyri félagsvísindurum. Ég reynda að minna ekki fjallað landafræði. En allra, þetta eru margar leiðir, þetta eru ólíkar skipulega leiðir til að safna þekkingu mannlega samfélög. Og það er að skilja samfélög á svo margs konar hátt, sko. Við erum 8 milljarðar á jörðinni af mannskepnum, skilur. Og við höfum öll skoðanir. Og það þýðir ekki að allar þessar skoðanir séu sérstaklega mikilvægar eða svoleiðis. Eða skoðanir eru höfuð, ekki í félagsfræðilegum skilningi. Ég vil ekki gera lítið úr ykkar tilfinningu, skilur. En við þurfum að hafa einhvers konar sönnun, við þurfum að byggja á einhverju fræðilegu, einhverju rökföstu, einhverju vísindalegu eða öðru, sko. Þess vegna er félagsfræðilegt innsæi svo mikilvægt. Það er færnin til að sjá hið almenna í þessu einstaka. Við sjáum einstaklinga vera að gera eitthvað og okkur finnst það svo sérstakt og svo óráðið af hverju þau gera það sem þau gera. En ef þú skoðar í stærra samhengi, þar sem þú sérði horfir niður á samfélag og skoðar alla hlutina og þá ferð að sjá mynstur í hvernig fólk er að haga sér. Það er þess vegna sem að fyrsta félagsfræði rannsóknin frá honum Durkheim sem er fjallað í bókinni er sjálfsvíg og sjálfsvíg var talið einstaklingsbundinn hlutur og yfirleitt eitthvað svo að þetta væri eitthvað geðveila eða eitthvað annað sem var að valda þessu og Durkheim náði að sýna fram á að vera ólíkir hópar sem voru mislíklegir til sjálfsvíga. Það meikar ekki sens út í að hann var gyðingur og hann komst að því að það var vitað að það var fleiri tilfelli geðveilu hjá gyðingum heldur en hjá kristnum og öðrum hópum, sko. Samt voru gyðingar síður líklegir til sjálfsvíga heldur en kristnum. Þá kemur ljós að félagslegur þrýstingur og stuðningur í nærsamfélaginu er mikilvægt til þess, sko. Og núna erum við vitum alls konar hluti sjálfsvíg. Við vitum að yngra fólk er líklegri heldur en gamalt fólk og við vitum að karlar er líklegri til að takast sjálfsvíg, ekki líklegri til að gera tilraunir heldur en konur, sko. Í stórborgum þá er erfitt að mynda tengsl og svo framvegis. Þannig að við erum búin að læra alls konar hluti með félagsfræðilegu innsæi og sko hvernig samfélög hafa breyst á síðustu 200 árum er bara ótrúlegt og félagsfræðin hefur átt þátt í því, sko. En þá þurfum við gagnrýna hugsun út í að allir hafa skoðanir og við erum gallaðar verur og við hugsum öll vitlaust og svoleiðis. Ef að ég var að gera einhverja rannsóknir og ég var bara að fylgja eigin tilfinningum eða eitthvað, þá væri allar rannsóknir af hverju ég sé bestur í heimi. Það er það sem ég langar. Þannig að við þurfum gagnrýna hugsun. Og það er rangt að trúa einhverja ófullnægjandi forsendum. Við erum alls konar við erum svona gallar verur, við erum klikkum á ýmsu, við sjáum hluti ranglega og svona en erum
við erum alltaf fæst með okkar heila. Og þá höfum við sem sagt svona rökvillur sem við erum færum til þess að sjá okkar eigin galla og reyna að komast hjá þeim göllum. Alltaf rannsóknaraðferðir, hérna eitthvað sem að margir eru vandræðir með. Hvað er tilgáta og breytur og þýði og úrtak og svona. Tilgáta er sem sagt fullyrðing um orsakasamband, að eitt valdi ykkur öðru. Þið sjáu hérna efri myndina, þar er hérna svona litli kubbar og þessi sama mynda er hérna stóra kubb. Tilgátunar er sem sagt að litlu kubbarnir. Það sem sagt, ég held að eitt valdi öðru. Ég held að þá er þá orsökin, frumbreytan og afleiðingin sem sagt fylgibreytan. Við erum alltaf að skoða sem sagt fylgibreytuna, afleiðinguna og hvað sé það sem að valdi því. Þetta er eins og Durkheim og sjálfsvíg. Hverjir eru líklegir til sjálfsvíga? Og þá margar orsakir, það ungt fólk líklegra, kallar eru líklegri, fólk í stórborgum eða sem sagt út á landi í mjög litlum, það sem sálfræði þjónusta er lítil og svo framvegis. Það er mismunandi sem sagt orsakir, frumbreytur sem að valda fylgibreytur sem er afleiðingin. Þannig að það er sem sagt tilgátan. Þýði er sem sagt heildarfjöldi, það er neðri myndin, heildarfjöldi þess sem við erum að skoða. Sérst, ef ég var að rannsaka sérst, hvað á að kjósa í næstu kosningum, þá væri sérst, þýðið væri allir Íslendingar með sérst, kosningarétt. Þá væri þá allir 18 ára og eldri sem væri með íslenska ríkisborgararétt. Það væri þýðið. Það er ekki allir í heiminum eða allir á Íslandi eða þannig. Svo nægir samt ekki að spurja alla með kosningarétt á Íslandi. Þannig ég þarf að velja hópinn sem ég ætla að spurja og það er þá sem sagt úrtakið. Þá velji nokkra, það er þessi litla sneiðan í heildarkökunni og það er fólki sem ég vel. Það er þess vegna sem mikilvægt að vera með sem sagt tilviljunar og úrtak. Og ef ég spyr bara vini mína og kannski líklegast eru vinir mínir að fara að kjósa svipa og ég og þess vegna eru við vinir og svipaða skoðanir. Og þá kemst ég að því að minn flokkur mun fá 90% atkvæða út af því að það líst öllum vel á það. Þá var ég bara að spurja vini mína og þeir, þeir eru ekkert rosalega lýsandi yfir restina af landinu, skilur. Þess vegna þurfum við að passa að velja tilviljunarkennt, svona random, spyrja random fólki á skipulegan hátt, þannig ég nái að ná til eins margra mismunandi einstaklinga af þessum hluta sem ég næ að spyrja. Það er sem sagt úrtaki. Þýði heildarhópurinn, úrtaki litli hópurinn sem að ég næ að spyrja, sem ég tíni úr hverjum einum. Þannig að mismönd aldri eða bæði karlar og konur og mismöndi stöðum á landinu og svona. Megindlar og eigindlar aðferðir, það er sem sagt megindlar eru tölulegar mælanlegar hlutir. Það er sem sagt eins og tilraunir, þar eru skoðanakannanir, hversu sammála eða ósammála á skalanum þetta og þetta. Þá getur spurt kannski 1000, 2000 manns, 10.000 manns eitthvað fasta spurningar og svo færðu svörin öll og þau eru skipulögð og bara enter, þú komið með niðurstöðu. Það er frábært. Þá er allt þá er þetta að endurtaka rannsóknina. Það skiptir ekki máli hvort þessi ég eða einhver annar ger. Ef að rannsóknin er rétt hönnuð og getur hver sem er lagt hann fyrir og þetta gera hana aftur og fá svipaða niðurstöður og aftur. Þá þarf að forðast ákveðin mistök til dæmis í rannsóknum. Það er Hawthorne áhrifin. Mannskepnan breytir hegðuninni sinni þegar hún veit að sé að vera að skoða hana, Og svo svo vísindamæðurinn sjálfu með mistök. Það er þessar rökvillir til dæmis. Svo algengsta rökvillan er fölsk fylgni. Að við sjáum 2 hluti gerast á sama tíma og þá höldum við að eitt valdi hinn. Það er svo skóstærð og stærðfræðigeta. Það er fylgni á milli, en það þýðir ekki að stærri skór þýðir og sést betri stærðfræði eða stærri fætur. Það þýðir það að ef þú tekur krakka í fyrsta bekk og eru með smærri fætur og lélegri stærðfræði, 10. bekk og eru með stærri fætur og betri stærðfræði.
þetta fölsk fylgni að halda því saman. Það sama með ísát og mórtíðni, að því meiri ís sem við borðar því fleiri eru myrtir, en í ljós kemur að það hitinn, þá verður fólk aggressívara í hita og þá vill það frekar ís og það er líklega til að drepa fólk. Jæja, sama hversu góð og vöndu mælitæki við höfum á skipta engu máli ef við erum ekki með kenningarna til þess að útskýra af hverju. Sama hversu nákvæm vísindaleg tól og sjónauka við erum, ef við vitum ekki hvað við erum að spyrja þá bara kemur eitthvað bull. Hens ísát og mórtíðni. Það meikar ekkert sens, sko, það er engin kenning sem útskýra, en ég get sett vísindalega að ísát og mórtíðni tengist, sko. Þess að þurfa kenningar. Og kenningar geta verið, það er alltaf svona megin markmið að gera rannsóknir til að styðja kenningar. Og kenningar eru ótraustar á rannsóknar og rannsóknir eru tilgangslausar nema við vitum af hverju við erum að skoða það sem við erum að skoða. Það eru 3 megin allsherjarkenningar í félagsfræði, það er samverknakenningar, það er átakakenningar og samskiptakenningar. Samverknakenningar skoða samfélagi eins og eitthvað svona vél eða lífveru, og það er alls konar sem mismunandi hlutir sem að starfa sjálfstætt og virðist ekki tengjast hvor öðrum, en allir þjóna sama markmið að láta vélina ganga eða lífveruna eða eitthvað. Það var kannski Alþingi er þó hjartað og skólarnir eru heilin og samgöngur og vegirnir eru æðakerfið. Þú sér það að allir þessir hlutir eru tengjast ekkert beint saman, en ef að eitthvað af þessu virkar þá klikkar allt annað, sko. Ef að enginn lærir neitt í skólanum þá vita ekkert hvað þau hafa búið til lögum og Alþingi. Og að Alþingi er ekki fara að borga fyrir veggerðir, þá eru allir vegir í rusli og þá kemst enginn í skólan, og því að við erum ekki að nota hesta lengur, skilur, þannig að við þurfum að hafa samgöngur. Allana, það eru samverknakenningar, þá eru hvernig hlutir virka saman, ólíkir hlutir, sko. Átakakenningar er okkur að döfugt. Það er þá er samfélaginu er stýrt af þeim sem hafa völdin og þeir eru að níðast á hinu. Ríkt fólk er að láta fátæka fólki vinna fyrir sig og heyrðu það mest af peningin. Karlar semja sömdu öll lögin í gamla daga og þau sömdu lög sem þjónuðu sér en ekki konunum. Og svo er þannig að það er alltaf að reyna að sjá hvernig hlutir eru ósangjarnir í samfélaginu, sko. Það eru átakakenningar, það eru átök. Samskiptakenningar er meira hvernig við verðum einstaklingar, og þá við lærum að verða einstaklingar með því að skoða aðra í kringum okkur. Það er þannig sem að sjálfsmeðvitund verður til. Hún er æfð. Börn fæðast ekki með sjálfsmeðvitund. Það er svolítið weird. Ég meit 6 mánaða heima sem að hann veit ekkert hver hann er, sko. Hann pælar ekkert í sjálfu sér. En það skrýtna er, og það er það sem myndin sýnir, að þú ert með ólíka kenningar, samverknakenningar, allir að vinna saman, átakakenningar, allir að slást völdin, og samskiptakenningar eru bara, hvernig er ég, og eitthvað. Það er að segja sikur hlutina, en allar hafa rétt fyrir sér á sama tíma. Allana. Fyrsti kaflinn er svolítið erfiður, þannig að ekki vera að stressa ykkur yfir því að hann, takir svolítið tíma. Hini kaflinni verða svo svona auðveldar með tímanum. Og ég geri svo vonandi bara vídeo hina kaflana og svona. En þessi er svona erfiðast að byrja á þessu. Og ég bara óska ykkur góðs gengis í að lesa bókin og skila verkefnum og prófin, og við bara sjáumst.